Eftir að þjóðin lenti í stóru kreppunni fyrir 10 árum varð talsverð vitundarvakning og talað að við þyrftum að brúa bil milli þings og þjóðar, skiptast fallega á skoðunum og eiga fleiri samtöl. Margir segja að okkur hafi farið svolítið fram á þessu sviði á meðan aðri draga það stórlega í efa. Aðra helgin í september verður haldin á Akureyri í Hofi hátíð sem ber heiti Lísa með Ufsuloni. En hvað Lísa? Lísa rokkhátíð samtalsins, þar sem að fólk getur komið og hlustað á ýmis málefni, tekið þátt í umræðum, ýmis félagasamtök verða með málþing og uppákomur og þetta svona suðupottur fyrir samfélagsumræðu. Höfum við einhverja hefð í að halda svona? Þetta í 4. skipti sem Lísa haldin, en rauninni þá vantar svona hátíð á Ísland og þetta á sér fyrirmyndir á hinum Norðurlöndunum. Það sem til dæmis Almedalsvekkan í Svíþjóð sem 50 ára gömul hátíð. Byrjaði rauninni með því að Ólöf Palme stóð upp á vörubílspalli og í sumarfríinu sinni og hélt ræðu. Og svo óx svo hátíð og í dag svona eitthvað mikilvægasta hátíð í Svíþjóð fyrir stjórnmálaumræðu og samfélagsumræðu. Og hún ekki haldin í Stokkólmi, ekki í höfuðborginni? Nei, hún haldin sem sé þarna í Gotland og á eyju þar sem að mæta 50.000 manns til þess að taka þátt í þessu samtali. Og það rauninni ástæðan fyrir því að hún hefur ekki verið flutt til höfuðborgarinnar eða stærri borga svo að þarna kemur fólk saman til þess að fara í þessum eina tilgangi og svona líka til að skapa ákveðið mótvægi við höfuðborgina. Það þarf ekki alltaf að gerast í höfuðborgunum. Og það á einmitt við Lísu, hún verður ekki haldin í Reykjavík heldur hér á Akureyri? Já, hún verður haldin hér í Hofi 7. og 8. september næstkomandi og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, mun opna hátíðina og Ólafur Stefánsson, handboltakappi, flytur ávarp og býður fólk velkomið. Og svo bara strax í kjölfari fara fram málþing og uppákomur þar sem að fólk getur tekið þátt og hlustað og félagasamtök koma og segja frá sínum hagsmunamálum, leita eftir stuðningi og í rauninni svona búa til þetta samtali hvernig samfélagi við viljum búa í. Hvers vegna ætti almenningur að koma á svona hátíð? Sko það í rauninni, almenningur hefur mjög mikinn áhuga á samfélagsumræðu. Við sjáum það bara á samfélagsmiðlunum. Fólk tekur þátt og hefur ýmsar skoðanir. Þannig getur fólk komið og tekið þátt í samtalinu augliti til auglits. Það getur heyrt hluti frá fyrstu hendi og svona mynda sér sína skoðanir sjálft. Og þessar málstofur eru hvers eðlis? Stýrir þú því hvað kemur inn af málstofum? Nei, við bjóðum öllum að taka þátt. Félagasamtök geta tekið þátt, fyrirtæki og stofnanir geta tekið þátt. Í rauninni öllum opið að taka þátt. Það eina skilyrðið að hafa eitthvað með samfélagið að gera, það sem til umræðu og það sé opið fyrir alla og það sé frítt inn. Og þetta eru 1-3 skilyrðin sem hátíðin setur. Það getur þá bara allir sem telja sig eiga erindi geta komið og það bara hægt að skrá sig á heimasíðu hátíðina. En almenningur þarf ekki að skrá sig, hann getur bara mætt. Við gefum út dagskrána í byrjun september og það eru félagasamtök, það eru allur skalinn. Það eru stjórnmálaflokkarnir, allir stjórnmálaflokkar landsins og svo það Krabbameinsfélagið, það eru yfir 50 félagasamtök sem búin að skrá sig. Þannig að skalinn mjög stór. Það smá félagasamtök sem hafa kannski byggist bara á sjálfboðavinnu og upp í bara mjög stór samtök eins og ASÍ sem að taka þátt. Hvernig fyrirkomulagið? Það í rauninni allar málstofurnar fara fram í sölunum okkar hérna í Hofi, í Hamraborg og Sviðinu og hérna á bak okkur í Hömrum. Og svo verðum við sali hérna uppi og húsið rosalega vel útbúið til að taka á móti svona mörgum gestum og við erum með marga viðburði í einu. Í rauninni erum við með 9 svið. Það sem það getur átt sér stað 9 ólíkir viðburðir á sama tíma. Þannig að fólk getur farið frá einum stað til annars og hlustað á það sem það hefur áhuga á. Hátíðin að norrænni fyrirmynd, en auk hátíðarinnar í Almedalinn í Svíþjóð halda Danir Folkemødet og Norðmenn eru með Arendals UK og tilgangurinn sá sami hvarvetna að skapa samræðu vettvang á jafnréttis grundvelli. Öll löndin leggja áherslu á að þjóðfundirnir séu haldnir utan höfuðborganna. Það þarf að vera nógu langt til þess að fólk svona gerir sér ferð og svona þegar þú ferð á þennan ákveðinn stað og til þess að taka þátt í einhverju þá ertu búin að helga því meira því sem þú ert að gera. Heldur en ef þú getur bara skroppið fram og tilbaka í hátíð eða vinnu
á vinnutíma. Upplagt að koma norður og þetta náttúrulega fyrir alla Íslendinga, sama hvar þeir búa. Já, algjörlega og það eru félagasamtök alls staðar á landinu sem taka þátt og það eru mörg félagasamtök sem eru starfa á landsvísu og þetta tilvalið fyrir slík samtök að koma og ná eyrum ekki bara þeirra sem ná til svona venjulega heldur að ná nýjum áheyrendum inn. Hverju á þetta að skila? Sko ég trúi bara á samtal og auki traust í samfélaginu og í dag þá þurfum við á því að halda að það myndist meira traust og þessar hátíðir hafa vaxið á hinum Norðurlöndunum í kjölfar í rauninni samfélagsmiðlana og það svona ákveðið við sem erum að skipuleggja hinar hátíðirnar eða allar þessar hátíðir erum með höldum reglulega fundi saman og hittumst og berum saman bækur okkar og það svona mál manna að það sé vegna þess að fólk vil heyra orð frá fyrstu hendi og það myndar svo mikið polarisering í samfélaginu, í samfélagsmiðlum og bara út af því að þú getur sótt úr upplýsingar á netinu og þess og þar en það er búið sérsníða þær í rauninni að því sem þú hefur áður lýst yfir skoðunum á eða þess og þar og það í dag í rauninni þörf á því að mynda meira traust, byggja brýr á milli ólíkra aðila, byggja brú á milli þings og þjóðar og höfuðborgar og landsbyggðar og þessi hátíð það er svona markmið hátíðarinnar, byggja traust og efla samtalið í samfélaginu.